Þá erum við komin að lið 8 og það er skýrsla bæjarstjóra. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, hver eru helstu atriði? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Verkefni síðustu 2 vikna hafa verið fjölbreytt eins og venja er. Við höfum verið að vinna við gerð fjárhagsáætlunar og samhliða því starfsáætlanir fyrir öll sviðin. Það var ánægjuleg stund þegar skrifað var undir viljayfirlýsingu við Brynju leigufélag uppbyggingu á 32 nýjum íbúðum fyrir öryrkja á tímabilinu 2022-2026 og framundan er vinna við þarfagreiningu og samsetningu íbúðuna og ég vona því að þetta verði mjög farsælt samstarf. Föstudaginn 9. september var bæjarfulltrúum og undirritaðri boðið á kynningu og niðurstöðum rekstrar og gæða hjá Heilsuvernd, hjúkrunar og dvalarheimilinu hjúkrunar og dvalarheimilum Hlíð og Lögmannshlíð. Teitur Guðmundsson forstjóri og Bryndís Björg Þórhallsdóttir forstöðumaður hjúkrunar og Hlíð sögðu frá áhugaverðum niðurstöðum sem snúa meðal annars að breytingum sem gerðar hafa verið með innleiðingu ýmissa nýrra kerfa og áherslu rekstraraðila á að gerðar séu reglulega kannanir á þjónustunni og gæðum hennar. Og það er skemmst frá því að segja að ég held að þessi fundur hafi algjörlega fullvissað okkur, allavega þá bæjarfulltrúar sem þar sátu að sú ákvörðun sem fyrir bæjarstjórn tók að skila rekstri hjúkrunarheimilina aftur til ríkisins og síðan ríkið aftur að semja við Heilsuvernd hafi verið rétt. Og allavega þær niðurstöður sem kynntar voru fullvissuðu okkur það. Það voru bæði viðhorfskannanir notenda og aðstandenda og starfsfólks sem staðfestu það. Nú seinna sama dag heimsótti ég 3 listamenn sem starfa það var lengi á Akureyri og hafa sett sterkan svip á menningarlífið, ekki bara hér á Akureyri heldur víðar. Það eru þeir Kristinn G. Jóhannsson sem opnar næstu helgi sýningu í listasafninu á Akureyri og verkum sínum og ég ætla að leyfa mér að hvetja alla til þess að gera sér ferð í listasafnið okkar og skoða verkin hans. Nú Gunnar K.R. sem sýnir þessa dagana í menningarhúsinu Hofi og heitir sýningin Formglíma, blek og blý og að síðustu Guðmundur Ármann sem meðal annars á stóran þátt í grafíksenunni á Íslandi og Norðurlöndunum öllum. Og kvöldið þá sótti ég leiksýningu Leikfélags Akureyrar Hamingjudaga sem sýnt var í Hofi, alveg frábær sýning. Nú í síðustu viku tók ég þátt í pallborði á ferðaþjónustudeginum 2022 sem samtök ferðaþjónustunnar stóðu fyrir í Hörpu. Umræðuefni pallborðsins sneri að samfélagsuppbyggingu þar sem rætt var meðal annars mikilvægi verðmætasköpum á svæðum utan höfuðborgarinnar og hvernig svo þróun þurfi að vera með tilliti til innviða uppbyggingar. Það var afar mikilvægt að taka þátt og koma á framfæri enn og aftur mikilvægi samgangna bæði innanlands og utan, líkt og við gerðum öll sem hér sitjum á fundi, með tilliti til innviða uppbyggingar. Og þar var nú meðal annars rætt tryggar og öruggar samgöngur bæði í lofti og landi og rætt mikilvægi þess að þegar meðal annars er verið að byggja upp nýja ferðamannavegi eins og Dettifossvegurinn að það fylgi fjármagn með til þess að sjá til þess að sú leið sé mokuð allt árið. Þannig að við séum ekki að kynna nýjar afurðir í ferðaþjónustu og svo er ekkert hægt að komast neitt vegna ófærðar. Og í gær þá sátu við fund með Icelandair öll hér sem hér eru og það er sérstaklega vont þegar traust til þjónustunnar er ekki lengur til staðar og það þarf þjónustu aðilina að lagfæra strax og ég gat ekki betur heyrt en að Icelandair hafi huga á að gera það og við verðum að gefa þeim andrými til þess að þeir bregðist fljótt og örugglega við. Ég held að það skipti máli. Og í panelnum sem ég var í á ferðaþjónustudeginum þá ræddi ég sömuleiðis mikilvægi millilandaflugsins fyrir Akureyri, hótelmál og nauðsyn þess að hér verði farið í frekari hóteluppbyggingu og ýmislegt fleira sem snýr almennri innviða uppbyggingu fyrir þetta svæði.
Og í síðustu viku tók ég einnig þátt í landsfundi jafnréttismál sveitarfélaga sem fram fór í Hofi og vil ég hrósa Jafnréttisstofu fyrir afar fræðandi og skemmtilegan dag þar sem 70 fulltrúar frá sveitarfélagunum komu saman til þess að ræða þetta mikilvæga málefni. Ég læt þetta duga að sinni. Takk fyrir. Þekkum Ásthildi Sturludal bæjarstjóra fyrir yfirferðina. Eftirvalda fundagerð og laða fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 1., 8. og 15. september 2022, bæjaráð 15. september 2022, fræðslu- og lýðheilsuráð 5. september, skipulagsráð 14. september 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. september 2022 og hægt er að nálgast fundagerðnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Hann er þetta fundi slitið 17.06.